Vindátt segir okkur úr hvaða átt vindurinn blæs. Ef vindurinn blæs úr norðri til suðurs, þá tölum við norðanátt. Og ef hann blæs frá suðri til norðurs, þá tölum við sunnanátt. Þetta er semst öfugt í raun miðað við hver stefnan er. Sama ef hann blæs úr vestri til austurs, þá er vestanátt, og ef hann blæs úr austri til vesturs, þá er austanátt. En vindurinn blæs ekki bara í þessar 4 áttir, hann blæs líka frá svona mitt á milli frá það að vera norðanátt og austanátt. Þá segjum við hann sé norðaustan, og svo er til suðaustan, suðvestan og norðvestanátt. Svo er líka til að hann fari hérna einhvers staðar mitt á milli, og hérna tölum við að það sé norðaustan. Því hann er svona meira í norður heldur en austur, þá segjum við norðaustan, og svo er til svona auka pílur alls staðar á milli. Það er svolítið mismunandi á mismunandi svæðum hvað vindáttin þýðir. En almenna reglan er sú að ef við eigum heima einhvers staðar sem eru fjöll, að ef að vindurinn er að blása í átt að fjallinu, þá er yfirleitt frekar blautt hérna megin, þá er rigning hérna megin, en þurrt hérna hinum megin. Þess að rigning hérna megin og þurrt hérna megin. Þetta er af því að skýin sem koma með vindinum eru með fullt af vatni, þau hækka við að fara yfir fjöllin, þá þéttist rakinn í þeim og það þyngir dropana og þeir byrja að falla, en rakinn er að miklu leyti búinn þegar þeir komi hérna megin. Ef vindurinn blæsi svo í hina áttina, þá væri þetta öfugt. En þetta er ekki algild regla allstaðar, þetta virki alltaf svona. Það er mismunandi líka hvort að vindurinn er að koma úr norðri eða suðri, hvort hann er heitur eða kaldur.